Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Já, heyrðu, við ætlum að halda fram að fjalla Donald Trump eins og við gerum töluvert af. Nú ætla ég að slá á þráðinn til New Bedford í Massachusetts, þar sem að Haraldur Sigurðsson, jarðfræðingur, býr. Blessaður Haraldur. Vondur blessaður. Já, heyrðu, þú ert búin að búa í Bandaríkjunum í 50-60 ár, eða ekki? Jú, ég kom hingað fyrst 1974 til starfa. Já. Reyndar kom ég hingað fyrst 1958 sem stúdent eða nemandi. Svo ég byrjaði að kynnast Bandaríkjunum þegar 1958, þetta dálítið langur ferill. Já, þannig að þú hefur þekkt Bandaríkin langa tíma og í gegnum ólík skeið. Nú náttúrulega undarlegt ástand og við höfum verið að reyna það hérna við Rauða borðið að reyna að greina þetta. Þetta er svo mörg átök sem að Donald Trump er í gagnvart samfélaginu. Það sem kannski mest áberandi núna þessa dagana hann að senda þjóðvarliðið inn í borgir. Þjóðvarlið Texas var sendt inn til Chicago held í fyrradag. Hvernig horfir þetta við íbúum Bandaríkjanna að þegar að verið að siga hernum á almenning? Já, það einu grundvallar lög hérna í Bandaríkjunum sem að heita Posse Comitatus og þau voru sett á 1878 og þau lög banna því að beita hernum innan lands á nokkurn hátt án þess að fá samþykki þingsins. Posse, við þekkjum Posse sem sagt úr bíómyndunum, kúrekamyndunum, þegar menn voru, þegar safnaði liði, lögreglustjórinn í þorpinu safnaði liði til að elta einhverja glæpamenn og en sem sagt það má ekki fara með posse sem er samanstendur af hermönnum. Það að móti þessum lögum. Og hann forsetinn nú að byrja að brjóta þessi lög. Og þetta náttúrulega mjög stór þáttur í lýðræði þjóðarinnar að halda hernum fyrir utan. Og afskipti af hernum, hersins af öllum innanríkismálum eru bara bein ógn við lýðræðið og frelsi fólksins. Svo þetta veldur mjög miklum áhyggjum og ég held að þetta bara broddurinn svona að byrjunin á vandamálinu. Hann að undirbúa sem sagt að láta fólki venjast í að herinn sé að flakka inn koma inn í borgirnar og svona sína völdin. En er ekki dæmi þetta í sögu Bandaríkjanna það sem að, var það ekki bara Kennedy sem að sendi þjóðvarliði til þess að leiða svört börn inn í skóla, það sem að til þess að brjóta aðgreiningastefnuna í suðrinu? Já, hann gerði það. Hann gerði það 1963 eða eitthvað það bil. Sem sagt það voru, hann kom þá með sem sagt herinn inn til að vernda og hjálpa aðstofa við það, koma börnunum í skólan, blokkubörnunum. En núna nú Trump að búa til einhverja grílur í borgunum og það er svona bara róta upp í þjóðinni með þessu, að reyna að æsa fólk upp. Og það bara undirbúningurinn af því sem að koma skal, sem sagt að taka völdin á þennan hátt, ekki bara völd innan forsetaembættisins og þingsins, heldur innan hersins líka. Þetta náttúrulega mikið vandamál fyrir herinn að lenda í þessu. Og núna vil Trump til dæmis breyta nafninu á varnarmálaráðuneytinu í stríðsráðuneytið. Það er ýmislegt að gera á þessu sviði. Hann kallaði saman 800 alla helstu hershöfðingja, 800 manns á fund fyrir viku síðan og messaði yfir þeim.
Það var nú ekki, það heyrðist ekkert í hersöðingjunum, þeir sögðu ekki orð. Hann sagði þeim að þið megi klappa strákar ef þið viljið, en það tók enginn undir það. Svo að náttúrulega afstæðan innan hersins hún náttúrulega slæm. Hann sagði reynda líka að þið megi líka standa upp og labba út ef þið viljið, en þá munið þið missa teknikkar og starf. Já, það fylgir náttúrulega. Fylgir því. En ég hef verið að hlusta á hann. Svo er að vinna því að banna konum herstjónustu og sennilega líka svettingjum. Já. Það er þannig. Heyrðu, en ég hef verið að hlusta á hann það sem hann að lýsa og hann lýsti ástandun í Los Angeles þannig að það væri bara uppreisn í borginni þar sem hvorki borgarstjórinn fylkisstjórinn konnuðust við það. Hann hefur lýst því að í Washington hafi verið þannig að fólk hafi ekki þorað að fara út á götu en núna eftir hann tók þar til og herinn er komin út á götu að þá getur fólk farið bara út að borða og svona og svo heyrir maður fólk sem að býr í borginni að það kannast ekkert við þessar lýsingar sem hann er með en það er náttúrulega fæstir í Bandaríkjunum sem búa í Washington þannig að það getur vel verið að meiri hluti Bandaríkjanna trúi orðum forsetans þar sem hann er að lýsa ástandinu á þessu svæðum þar sem hann er að senda herinn þannig að það skiptir ekki máli hvort hann sé að segja satt eða ekki lýsingin er fyrir þá sem að raunverulega þekki ekki ástandið. Já, það er það. Hann er náttúrulega, hann lýgur alveg stöðugt og það er nógu margir sem að trúa því og hann heldur sem sagt tölvöru fylgi en svo er náttúrulega ef hann er að ná tökum á hernum og þessum málum að þá skiptir ekki svo miklu máli hvað fylgið er af því að hann verður búin að ná undirtökunum sko. Og getur bara hagað sér eins og hann vill sko. En það er náttúrulega annað sem er mjög mikilvægt sem hefur ekki verið rætt nógu mikið en það er það sem var að gerast á milli þessara kjörtímabila. Fyrir kjörtímabilinu hans að þá gerði hann náttúrulega lítið. Hann lenti í COVID og vesinni út af því og hafði eiginlega enga stefnu. Svo kemur hann inn aftur. Þá eru þeir búin að vinna allavega síðan 2023 tveir hópar sem að unnu að skjali eða bók sem heitir Project 2025 og það er svona manifesto og það var Heritage Foundation, það er stofnun í Bandaríkjunum mjög vel styrt, mjög radikal eða róttækir hægrisinnar sem að unnu að þessu skjali, þessu manifesto og það er svona, bara maður bera það saman sko við, Karl Marx sko, hans manifesto eða það Mein Kampf sko, Hitlers. Þetta er grundvallar skjal sem að skipti máli hvað snertir stefnu að snúa stjórnmálum í Bandaríkjunum til hægri og rekstri og öllu kerfinu sem sagt til hægri. Og öllum grunnstofnunum samfélagsins. Já, og það hafi verið 800 manns sem hafi unnið þessu í nokkur ár með mikil leynd. Og það eru nokkrir svona ideológar eða spekingar, hugmyndafræðingar svona, sem hafa staðið bak við það en hann fylgir þessu. Þó hann afneitið á sömu leyti þá er þetta stefnan. Og það er náttúrulega við erum aðtöðu það með Trump að honum er nokkuð sama hver stefnan er. Hann vill bara gera í því, sko. Hann vill bara gera eitthvað og græða. Og hann getur farið með hvaða stefnu sem er. Ef hann má vera á toppnum, halda upp í fánanum. En þetta sem sagt, markmiðið er umbreyting bandarísk samfélags og allra grunnstofnana þess, umbreyting skólakerfisins, háskólana,
fjölmiðla og skemmtanaiðnaðar og það að ná tökum alls þær hernum, dómskerfinu, stjórnsýslunni. Þannig þeir ætla að ná völdum í öllum grunnkerfunum sem að þeir líta svo á að hafi fallið í hendurnar á einhverjum óvinni, og það er óvinnurinn innan ríkisins. Það eru vinstri menn sem hafa hreiðrað sig í háskólum og fjölmiðlum og í Hollywood og í menntakerfinu þar sem eru að spilla börnunum okkar. Þetta er hugmyndin að umbreyta Bandaríkjunum á grundvallaratriðum. Já, það er það. Alveg niður í grunninn. Og háskólarnir eru mjög ofarlega þarna á þessum lista, og hann hefur þegar byrjað að róta í háskólanum eins og hefur verið í fréttum, og sem sagt við vitum það náttúrulega að það hefur verið að háskólarnir hafa verið grundvöllur fyrir skipta skoðanir og mikið fylgi oft fyrir vinstri hópa, vinstri flokka, vinstri pólitík. Hægri hefur ekki gengið eins vel í háskólakerfinu, á alþjóðavísu bara, við vitum það, og það er meira svona hugsandi menn sem að hafa verið þarna á vinstri kantinum sem að hafa vunnið í háskólanum, og hann er að reyna að breyta þessu. Og hefur ýmsar aðferðir með það. Hann vill að stúdentar, til dæmis er hann að útiloka erlenda stúdenta, hann segir að þeir megi ekki vera nema 15% af heildinni. Svo er hann að loka deildum sem að deila á íhaldsamar svona konservatív stefnur, og hætta styrkjum til rannsóknarstofnana. Stofnunin sem ég hef vunnið við í mörg ár, hún er orðið fyrir barðinu, og ég þekki aðra stofnir hérna. Ég hef Woods Hole, stærstu hafrannsóknarstofnun í heimi. Þeir tapa núna 4 milljónum á viku, hvað snertist styrki. Það er svona að meðaldali, $4 milljónir. Svo að hann er að skera niður alveg óhemmi mikið af styrkjum til háskólana. Svo hann er eiginlega bara að skera rótina svona á vinstri stefnunni. En er það þannig að háskólanir hafi verið gróðrarstigi að vinstri mennsku? Já, háskólarnir hafi verið sá staður þar sem allar skoðanir geta komið fram, og allar skoðanir og stefnur hafi verið ræddar. En það er ekki endilega að háskólarnir séu að vinna skipulagt að því að færa vinstri kerfi yfir þjóðina eða landið. En þetta er bara almennt frelsi hugsun og starfsemi sem að hefur myndað þá skoðun að háskólarnir séu svona bæli fyrir vinstri kerfi. En hann er að ná árangri. Það eru fæstir háskólarnir sem að reyna að standa upp í hárinu á honum. Margir ganga til einhvern svona samninga, og svo berst náttúrulega út fiskisagan að ef að þú ætlar að hafa möguleika að fá styrki frá alríkinu, þá borgar sig ekki að vera með neitt sem að styggir Donald Trump eða þá sem að eru með honum í ríkisstjórn. Já, þetta er fljótt að síast út og hafa áhrif, og það er til dæmis Columbia háskóli í New York, þeir gáfu sig strax, en Harvard háskóli hérna rétt hjá mér, hann er ennþá að berjast við Trump. Harvard háskóli hann er ríkasti háskóli í heimi, af því að hann er einn af þeim eldri hérna, elsti háskólinn hérna í Bandaríkjunum. Og svo hann hefur efnaður að rífa kjaft ennþá, en það kemur að því að þeir verða að bakka líka, sennilega. Svo að þetta breytir hugarfarinu smátt og smátt. Já, ekki bara smátt, þetta er nokkuð hratt. Að menn fara strax að passa sig. Ég heyri það bara á kollegum mínu, eða fólki sem ég tala við. Það er miklu varkárara að tala svona við helst ekki tala stjórnmál mikið. Nei. Það fara að passa sig.
Og þá er komin þessi svona ógnartilfinning sem að oft fylgir svona Já, valdboðsstjórnmálum. það er svona ritskoðun sem að gerist bara sjálfkrafa hjá þjóðinni. Og það sama með viðveru hersins inn í borgum, að það er þekkt í svona samfélögum með veikt lýðræði að herinn verður mjög sýnilegur svona nærri kosningum bara til að minna fólk á ógnina, að fara gegn yfirvöldum. Já, það er það. En það er sem sagt sko, það er komin svona stefna, konar línur sem sagt frá Project 2025 og frá Heritage Foundation, og þetta er mjög vel unnin vinna, mikið hefur lagt í þetta, mikið fjármagn, alveg óendanlegt fjármagn sem hefur farið í svona hugmyndafræðina að byggja upp hvernig á að byggja upp hægri stefnu og eyða þessari vinstri stefnu sem og leyfa íhaldinu að vaksa og það er allt sem bendir til að það muni ganga af því að ef hann nær tökum á hernum líka, já, þá náttúrulega þarf hann ekki hafa áhyggjur á kosningum endilega. Nei. Menn tala náttúrulega það hérna sko hvað þetta verður nú, breytist mikið sko við næstu kosningar, en ég sé ekki að það verður svo endilega. En nú ert þú í Massachusetts sem er svona, maður gæti sagt svona demokratabæli, þannig að þú ert eiginlega í þeim hluta Bandaríkjanna sem að er óhamingjusamastur með Trump og að sitja undir hans valdi. Finnum þetta ekki bara svona í samfélaginu hvað fólki leiðist þetta? Já, ég hef ekki orðið mikið var við það sko. Ég heilt aldrei í háskólasamfélaginu, en það er náttúrulega allt annar handleggur, en svona meðal almennings þá fólk alveg furðulegt hvað fólk að aðlagast þessum aðstæðum, láta sig bara hafa það. Og núna er verðbólgan mikið vaxandi. Það er út af þessum tariffs eða sköttum sem hann sett á innflutning á vörum, og svo það tala að verðbólgu núna upp á 30%. 30%? Hækkun af vörum í matarverslunum, svo að það mun hafa mikil áhrif á velferð fólksins. Svo að það mun kreppa þessu ári og næsta ári allavega. En hvað er svona hinn virka andstaða gegn þessu breytingum? Man finnst svona demókrataflokkur vera svona ég veit ekki hvað þetta segja, svona slói. Það er alveg furðulegt sko. Það er eiginlega mjög lítil andstaða sem maður heyrir. Það er einn og einn sko. Alexandra AOC og Bernie Sanders, náttúrulega ber mest á þeim, það ber töluvert á fylkisstjóranum í Kaliforníu, hann er nokkuð duglegur en það er eins og demókratar hafi bara alveg mist vopnin, og maður er alltaf að bíða eftir einhverju frumkvæði frá þeim sko, einhverju viðbrögðum, en það er lítið. Þeir eru í slæmri stöðu í þinginu og sem sagt þó að fylgið Trumps hafi dregið úr því, en hvernig skila það sér? Það er ekki að náttúrulega koma kosningar sko, í næsta ári, það er ekki til ríkisins. Það er rúmt ár. Já, og það getur verið að demókratar nái meiri styrk í þinginu, en það dugar ekki til. Hann verður þá búinn að ná þessum tökum sko, sem að hann setur sér. En það er náttúrulega sko að hann er ekki, spursmálið er það sko, hvað gerir Trump? Sko, hann er nú ekki duglegur maður. Og þetta er ekki hans hugmyndir sem við erum að fjalla sko, hérna.
og þetta er ekki hans ástríða. Hans ástríða er náttúrulega að raka að sinni köku og það hefnast mjög vel hjá honum, hann er orðinn mjög ríkur núna strax á þessu kjörtímabili og hann heldur því áfram, sko, hann hefur frið til þess að meðan hann lætur aðra að halda demokrátunum niðri. Já, en hann hefur auðgast mikið og hans fjölskylda á tímanum. Ég var að svona glugga í grein sem að New Yorker var með þar sem voru alveg stjarnfræðilegar upphæðir sem hann hafði grætt á hin og þessu með því að leyfa rafmyntir með alls konar braski, með eignir, líka með söl á kosninga svona húum og fleira Trump 2028 sem að rennur bara beint í vasan hjá honum. Hann getur haldið þetta að væri söfnun í einhverju kosningasjóðu eitthvað svoleiðis, en þetta er bara hluti af svona tekjuinnstreyminu sem hann hefur persónulega. Svo bjó hann til mynt, sko, hann bjó til Bitcoin mynt sem hann hefur grætt mjög mikið á. Hann svona allir sem þurfa að fá viðtal við hann eða eitthvað sækja til hans, að þeir verða að kaupa einhverja milljónir í Bitcoin af honum fyrst. Svo það er bara opinbert, sko, glæpastarfsemi sem að gengur þarna. Svo það er náttúrulega það sem að vakir, eitt af því sem að við munum sjá út af þessu gasamáli núna, að ef það verður samið, sem eru nú allar líkur á, að þá munu Trump og tengdasonur hans, Kushner og aðrir, þeir munu breyta Gaza í risastóra baðströnd og hótelkeðjur og spilavíti. Svo að þá getur það verið ríkir Ísraelsmenn sem að byggja þessi hótel og þessi spilavíti og fá svo arabana frá Gaza til að vera þjóna á svona stóru hótelum. Það er framtíðin fyrir Gaza. Það er það sem að Trump hefur alltaf séð, sko. Þetta er svona eins og hann kallar, þetta er díl, sko. Hann ætlar að gera díl þarna, eða viðskipti. Og dílinn er að auðmennirnir fái stjórn á ströndinni, stórri baðströnd þetta sem er marghundi kílómetra og reisi þar hótelin og spilavítin fyrir framtíðina. Það er lausnin sem að kemur út úr því. Þannig þetta er svona sambland af, sem er kannski ekki ólíkt, við ættum að þekkja þessa útgáfu á stjórnarfari. Þetta er svona fasismi sem er drifinn áfram að ólíkorkum. Þetta er orðið kannski stefnir í því að verða líkt og Rússland Pútins. Já, það er módelið, það er fyrirmyndin. En svo að þú lítur á fjölskylduna, hvernig fólk er þetta? Í Hvíta húsinu, þar er engin músík, þar er engin konsertar, þar er engin upplestrar eða skáldverk frammi, það er engin hundar og kettir, engin gæludýr, ekkert heimili, engar myndir af forsetafjölskyldunni sem er að gera gaman eða neitt og engin gleði og sem sagt að áður var forsetinn og Hvíta húsið svona sameiningartákn þjóðarinnar. Þannig að núna tætir hann Ameríku í sundur. Já. Þannig að þetta bætur við eiginlega svona öðru tón að það er svona einhver svona dauðakúltúr í þessu. Hann ætlar nú að hafa fjölbragða glímu á afmælisdaginn sinn í Hvíta húsinu í staðinn fyrir þessa tónleika. Já, það er það. Það passa vel. Hann er hrifinn af þessum vöðvakollum en þau byrjuðu það, konan hans, að byrja að rífa upp Rósagarðinn, sem sagt að frægur Rósagarður kringum Hvíta húsið, let rífa það upp og kasta því og þá tók hann þá lóð og er að byggja einhvern sal sem sagt sér til dýrðar svona. Og að meðan er að gylla allt sem alla innanhús stokksmuni og allt
Hvíta húsið að innan. Já, maður sér alltaf aðeins meira gull hérna á milli blaðamannafundana sem eru þarna inn í Oval Office. Það verður alltaf meira og meira gull hérna á veggjónum eða í arninum sem er á bakviðan. Já. Það sem sagt svona, já, það félagið, sko, þetta fjölskyldan. Svona það, sko, það er dautt, sko. En Haraldur, þegar ég var alast upp þá var mér kennt að á hérna austurströnd Bandaríkjanna væri ótrúlega öflugt samfélag, sérstaklega svona intellektuála, þarna koma flestir sko Nóbelsverðlaunahafar hafa komið fram úr vísindasamfélaginu og gríðarlega öflug menning og annað slíkt sem að væri svona menningarlegt bakbein í Bandaríkjunum. Er þessi menning eða þetta fyrirbrigði, menningarlega fyrirbrigði, er þetta að koðna niður eða var þetta kannski löngu koðna niður? Já, það er saga, sko. Þetta kemur upp úr 1930 og 35 að þá fara gyðingarnir að flýja, að byrja að flýja hérna Þýskaland. Og náttúrulega, og svo eykst það meir og meir og alveg fram að stríðsár þegar seinni heimsstyrjöldin byrjar, þá komið fjöldinn allur af gyðingum og vísindamönnum til Bandaríkjanna. Þýskaland var vagga vísindana á 19. öldinni og seinni hluta 19. aldar og byrjun 20. aldarinnar. Það var mjög merkileg starfsemi sem fór fram þar og mikið af því voru gyðingar, vísindamenn. Gyðingarnir áttu, þeir fengu ekki að vera í bönkunum en þeir fengu að stunda vísindin og gerðu það og höfðu grein til þess og svo kemur það upp úr svona kringu 1940 upp úr því að þá er Roosevelt forseti og hann ræður til sín mann sem heitir Vannevar Bush, ekkert skyldur Bush ættinni, en þessi Vannevar, og hann sagði við Vannevar Bush að þú ætlar að skrifa bók fyrir mig hvernig við erum að byggja upp vísindin í Bandaríkjunum, af því við höfum ekki gert það, við höfum fullt af háskólum en þetta eru bara hérna svona agricultural colleges eða bændaskólar, búnaðarháskólar og Bush fer í það og hann stofnar eða skrifar skýrslu það að stofna vísindasjóð Bandaríkjanna, National Science Foundation og styrkja vísindin að öllu afli og að hvetja erlenda vísindamenn til að koma til starfa. Það var mjög lélegt eða lítið vísinda þjóðfélag innan Bandaríkjanna fyrir þennan tíma. En svo sprettu það upp og ríkur upp og með þessu styrkjakerfi og þá verður til þetta undur. Og þá náttúrulega fjöldinn allur af vísindamönnum frá Bandaríkjunum, frá Ítalíu, Þýskalandi, Bretlandi, Fraklandi og svo framvegis fluttu til Bandaríkjunum og inn í háskólana og gerðu þessi kraftaverk eins og Manhattan Project og fleiri og fleiri og bara tóku 60-70% af öllum Nóbelsverðlaunum í vísindum á næstu árin og svo þetta var alveg blómaskeið og þetta gerði Bandaríkin sem sagt hvað snertir iðnað og uppgötvanir og já, núna er þetta breytast. Nú er vísindamenn farnir að snúa við. Ég þekki nokkra sem að einn konungur minn flutti til Nýja-Sjálands út af stjórnmálum, út af áliti hans á stjórnmálum í Bandaríkjunum og nú er líka að draga úr styrkjum til vísindarannsókna. Og Kína er að ná yfirhöndinni eða búið að ná yfirhöndinni öllum líkindum. Svo það er mikla breytingar sem eru að gerast núna bara á mjög stuttum tíma og það er bara klaufaskapur að fara svona með þetta og bara vitleysa og skammsýni
og líka þessi anti-intellectual stefna sem sagt á móti rannsóknum, móti vísindum, móti fróðleik af því að fróðleikur og þekking getur unnið á móti stjórnmálastefnu þinni og þá viltu sem sagt halda fólkinu svona mátulega heimsku til að geta stjórnað því vel. Svo það er mjög mikil breyting sem að gerast núna í háskólanum og ég held að þessi tímabili sé að ljúka núna. Það tekur langan tíma að ná þessu upp aftur. Þannig að Haraldur, þú ert að lifa núna tíma þar sem þú ert að horfa á samfélagi sem að þú hefur tekið þátt í og sömuleyti litið upp til. Þú ert að horfa á það eiginlega koðna niður. Já, ég náttúrulega á dálítið langa sögu hérna því ég kem hérna fyrst 1958 og það var sama árið og Sputnik var settur upp. Og ég var í litlu bæ í Oregon, í menntaskóla þar, einn vetur og þá voru allir að tala þessi Sputnik og þetta bíp, 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 þetta hljóð sem kom frá Sputnik þegar hann sveif yfir Bandaríkin og Bandaríkjamenn urðu mjög nervusir og bara taugaveiklaðir út af þessu. Og þá náttúrulega byrjar Kennedy með game-stefnuna, game-program. Svo þá var ég fyrst var við þessa rússa hræðslu Bandaríkjanna. Þeir eru bara hálf óðir út í rússana. Og sem sagt, svo ég sé þetta svona þróast og vaxa, náttúrulega mjög mikið. Og þegar ég kem hingað fyrst 1974 þá var það blómaskeið alveg Bandaríkjanna, hvað snertir iðnað og vísindi og menntun og allar framfarir en svo núna ég sjá sem sagt 50 árum seinna sjá svona endalogin hvernig þetta dregst saman eða hvernig það spillist. Það er stundum sagt að það taki stuttan tíma að eyðileggja það sem tekur langan tíma að byggja upp. Er það svona tilfinningin sem þú hefur? Ertu undrandi á því hversu hratt þetta hrynur? Það er alveg lygilegt, já. Það skuli, já, einn maður skuli geta umturnað þessu þannig hátt. Já, hann er náttúrulega ekki einn það en hann er bara svona fígúran á toppnum. En það er náttúrulega þessi sko stefna sem hefur verið lengi vakandi innan republikana flokksins. Það er ekki nýtt sko, það har alltaf verið svona element í republikana flokknum sem að hafa, bara vilja beita öllum brögðum til að ná völdum. Náttúrulega þeir eru í vissuleyti í minnihluta sko republikanar innan þjóðarinnar en þeir hafa alltaf verið mjög duglegir að skipuleggja hlutina og með eins og við sjáum núna sko með hvernig eru búin að ná völdum á Hæstarétti. Þeir hafa gert það bara skipulagt í 20-30 ár og hafa skipulega unnið að því að koma republikunum inn í mönnum sem eru hlynntir republikunum koma þeim inn í Hæstarétt og ná þar meirihluta. Og svo allt eftir þessu sko. Herðu, Haraldur, takk fyrir að taka símann og segja okkur frá Trumplandi, hvernig að Donald Trump og mennirnir í kringum hann eru að brjóta niður Bandaríkin innan frá. Ekki skemmtileg saga kannski sem við erum að ræða hérna en svona er heimurinn. Þetta er raunveruleikinn, já. Herðu, kæra þakkir. Þetta eru þá lokin á Rauðaborðinu í kvöld. Ég þakka Haraldi og öllum gestunum sem hafa hingað komið, Birni og Sigurjóni fyrir að taka viðtöl, Laufi Líndal fyrir að taka upp og senda út, en ykkur þakka ég mest sem hafa verið að hlusta eða horfa. Þið breytið þessu samtal okkar í fjölmiðlun og þið hefur líka byggt upp dreifikerfið eins og ég bendi stundum á, bara með því að segja vinum og vandamönnum frá efni
sem að þið sjáið hér og heyrið. Ég hvet ykkur til þess að gera það ef við finnst eitthvað merkilegt hérna að segja öðrum frá. Því að þá stækkar dreifikerfið okkar. Fólk finnur okkur á YouTube, á Facebook, í öllum hlaðarsveitum, í útvarpinu 89,1 á FM á höfuðborgarsvæðinu, sem nær alveg upp á Sunnaverð, Snæfellsnes, langt upp í Borgarfjörð, upp á litlu kaffistofu út á Reykjanestá. Það má sækja þar útvarpsendingar líka á spilarann, spilarar.is á netinu, svo spilar líka app sem má hlaða niður í síman og hlusta á samstöðun og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem í heiminum. Það sem á annað borð net. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtæki Símann, þar er við númer 5 á fjarstýringunum. Við erum líka í kabalkerfunum hérna suður með sjó, kannski ég veit ekki, mun önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptunum upp á efni frá samstöðunni sem 24 tíma sólhring, 7 daga í vikunnan, allan ársins hring, samfélagsumræða við þetta rauða borð og í öðrum þáttum samstöðunar. Það sem að drífur samstöðun áfram er sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem hafa gerst áskrifendur. Það er fólk sem að veit að samstöðun skiptir máli í samfélaginu, ekki síst á þessum háskólegu tímum sem við lifum núna. Það er mikilvægt fyrir lýðræðið að hafa hér öflugan umræðu vettvang. Ef að þú vilt slást í þennan hóp bjargkjarla samstöðunar, þá getur þú farið inn á samstöðu.is og skráðið fyrir áskrift. Það er hnappur sem stendur á áskrift. Þú getur skráðið fyrir 2.750 krónur sem grunn áskrift. Þú mátt borga meira þú vilt og þeir sem að kjósið getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið. En það er einmitt Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. En þetta er orðið gott hjá okkur í kvöld. Á morgun verður vikuskammtur hér við Rauðaborðið klukkan 16, klukkan 4 síðdegis. Þá fáum við hingað góða gesti og ræðum fréttir vikunnar. En við segjum góða nótt í bili. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.